Elsku börni mín og aðrir hlustendur. Nú kemur annar hluti viðtals sem ég átti við doktor Árna Heimi Ingólfsson, vin í tónfræðum, og þá höldum áfram það sem frá var horfið. Árni velur sér viðfangsefni og segjar okkur frá þeim og við fræðumst og fræðumst. Í þessum þætti verður í samræmi við bók hans sem er nú tilefni þessarar þáttagerðar minnar. Bókin heitir Tónlistliðina alda, íslensk handrit 1100 til 1800. Mikill doðrantur og mikið í hana lagt. 1880 lést Jón Sigurðsson, nefndur forseti, sjálfstæðishetja, og hann jarðsunginn í Dómkirkjunni og þeirra athöfn lýst, ef ég man rétt, mjög nákvæmlega í bók Friðriks Guðjónssonar þessa tilteknu sorgarathöfn. Lengra förum við Árna ekki að þessu sinni, en aldrei vita hvað við gerum síðar. Já, nú höldum við doktor Árni, vin, áfram að rabba tónlist út í hinu stóra heimi og í hinu fámenna og fátæka Íslandi. Við vorum nú reyndar viltum svolítið aftur á bak út á sér Arngrími, en nú ætlum við bara að halda áfram frá svona 1700 og já, haldum áfram þaðan. Hvað viltu segja það, Árni? Já, mér datt í huga að staldra við árið 1742 þegar Guðmundur Högnason, prestur í Vestmannaeyjum, skrifar það sem er stærsta tónlistarhandritið sem við eigum frá 18. öldinni með yfirskriftinni Hymnodia Sacra og hefur að geyma 101 lag með nótum sem er nú slatti og ennþá fleiri sálma. Hvernig lög? Alls konar lög úr hinum og þessum áttum. Sum eru hvergi varðveitt nema þarna, sum eru tekin úr þessum söngbókum Tómasar Kingós, úr kvæðabók séra Ólafs á Söndum, héðan og þaðan, grallaralög, sum við nýja texta. Grallarinn er messusöngsbók íslensku kirkjunar. Já, og orðið er? Graduale er latína og var haft sem sagt messusöngsbækur í kaþólskum sið. Akkur allir hafði valið orðið grallari? Það er svolítið grallarakennt. Já, það er nefnilega mjög grallarakennt. Já, það er líklega bara þessi svona hljóðlíking eða hvað maður segir, sko, svipað orð og graduale. En heldur að grallara, menn hafi ekki verið grallarar eða það er orð svo gammalt eða nýtt? Ætli það ekki. Já, það er það sem ég hef oft verið að velta fyrir mér, sko, hvort ætli, sko, grallari orðið hafi orðið til þarna eða og færst yfir í aðra merkingu eða þeir hafi verið að taka orð sem þegar var til og gefið í aðra merkingu. Sko, ef að tónlistarsagan er stofn með mörgum greinum, þú veist, ein er fyrir til Asíu og önnur til Ameríku og þinga og þangað, þá er þetta fyrirbæri grallari. Það er svona eitt pínlítið blóm á 103. grein. Akkurat, nákvæmlega. En maður sér, sko, ef maður skoðar þessi handrit sem Íslendingar voru að skrifa, þessar nótur frá 18. öld, að, sko, ef maður getur kallað það söngvaforðinn, það sá fjöldi laga sem var í umferð, virðist hafa skroppið töluvert saman frá því sem áður var. Lögin eru færri. Og hvað veldur því? Ég veit það ekki, einhver menningarleg fábreytni, einangrun. Hafði kirkjan áhrif á það hér á landi út af siðbótinni? Já, það getur verið, sko. En mörg þessara eins og þessi lög sem við vorum að tala um áðan sem koma frá Evrópu, þau deyja út
þau eiga sér ekki framhaldslíf á 18. öld. Þannig að þetta voða mikið, þetta lög úr messusöngsbókinni, þetta kvæðabók sér Ólafs og Söndum, Kingó-sálmarnir og í rauninni ekkert mikið fleira. Þannig að það er svolítið áhugavert að Guðmundur Högnason hafi sett saman þessa stóru bók. Hugsanlega hefur hann verið að setja hana saman sem einhvers konar prótótípu fyrir prentaða sálmabók. Það er að segja hann sendir þetta handrit síðan til Hóla. Þar er skólameistari sem heitir Hálfdán Einarsson sem hefur svona umsjón með prentverkinu þar. Já. Og það er eins og hann hafi sett þessa bók saman til þess að hún yrði gefin út sem aldrei verður. Já. En við Er vitum þetta að svona anthológía? Já, hann er, það sem er óvenjulegt við þetta handrit. Söngvasafn en mjög systematískt uppsett eftir, maður getur sagt, svona þematískum höfuðgreinum trúarinnar. Þannig að það er sálmarnir eru efnisflokkaðir og það er greinilegt, hefur greinlega farið mikil hugsun í þetta hjá honum að það eru sálmar sem eru kristindóminn og það skiptist það svona í undirflokka katekisman, ferminguna, þetta og þetta, dauðan, helvíti, morgun- og kvöldsálmar. Þetta er allt svona mjög systematískt niðurraðað og þegar að síðan næsta sálmabók er gefin út á Íslandi sem er 30 árum seinna, 1772, að þó að handritið sé ekki gefið út beint, að þá er augljóst að það er mjög sterk fyrirmynd að þessar næstu bók sem er einmitt flokkuð í höfuðgreinar trúarinnar, svona thematískt, og var þess vegna kölluð höfuðgreinabókin. Og þannig að þó að hugmynd Guðmundar einhverja svona systematíska antológíu hafi ekki ræst alveg eins og hann hafði hugsað sér, þá samt sem áður er þetta mikill áhrifavaldur í kirkjusöng á Íslandi. Já, þetta er áhugavert. Og þetta er 1742. Já. Gerist nú margt. Annars staðar en á Íslandi. Já, 6 árum síðar andast Bach. Akkurat. Aðeins að staldra við áður en förum í Bach, eða við farað þangað. Ég hef, bara til að hvíla okkur aðeins, ég hef oft bæði hugsað að, því ég er svo gaman að hugsa músík, eins og þú, sitt hérna inn á kontór og hugsa það alveg hérna lónótón, hvort að það sé rétt eða rátt að álykta að það geti enginn kallast velmenntaður maður nema hann kunni kristni fræði söguna, hann leggur sig og hafi lesið Biblíuna, minnst að kosta 100 af þeim. Hvernig leggst þessi hugsun í þig? Ég meina, er ekki allt, ég er bara að hlusta á þig í dag, er ekki allt í okkar norðvestur músíksögu meira og minna byggt á sögu kirkjunar og athöfnum og gerðum? Og textum og sögum. Og hugsunum og filosófum. Já, algjörlega. Myndlist, ljóðlist, tónlist, byggingalist. Já. Það er mjög auðvelt að halda þessu fram, alveg fram á allavega 18. öld, hugsanlega 19. Já, og síðan mér finnst að kirkjan hafi enn mjög mikil ítök, en hún er meira og minna svona katakombuleg núna. Fólk er ekki að játa trú sína á torgum úti. En ég held að kristin trú í þessu norðvestur tónlistar heima okkar sé allstaðar undirliggjandi. Já. Meir sé á Íslandi í fátæktinni. Akkurat. Ekki síður kannski. En það sé alveg hárrétt, já, algjörlega. Þessu hefur verið harðlega mótmælt. Já. Þegar ég hef látið þetta út úr mér, umbella. Og fólk sér ekki samhengi, Nei, akkurat. En við vorum í 1742. Já, og þá best að þú fáir á. Já, þá eru náttúrulega 2 miklir barokkmeistarar í blóma lífsins, segja það. Händel og Bach. Og Bach í sinni góðu kirkju, Tómasarkirkjunni í Leipzig, situr við að semja risaverk fyrir semball.
Hér kemur örstutt innskot til þess að gera Bach-vin okkar mannlegri, svolítið mannlegri. Þegar hann var látinn, þá fundust í fórum hans reikningur yfir ýmsar listisemdir sem að hann hafði veitt sér í mat og drykk, bæði bjórtunnur og konjak. Og þessi mánaðarreikningur, hann var miklu hærri heldur en húsalegan sem hann greiddi fyrir sína stóru fjölskyldu í Leipzig. Þetta er ekki sagt til að gera lítið úr Bach, heldur bara að kippa honum aðeins nær okkur af himninum. Og drekka bjór. Drekka bjór og semja. Goldberg tilbrigðin. Já. Hver skildur hann hafa pantað þau? Já, það er góð spurning. Er það ekki gyðingurinn Goldberg? Samanber Mussorgsky. Já, nei. Myndir á sýningu. Það var nú ekki alveg þannig, sko. Þau heita ekki Goldberg tilbrigðin eins og Bach gekk frá þeim. Heldur. Á titilsíðunni stendur Aria mit verschiedenen Veränderungen. Aria með ýmsum tilbrigðum. Já, já. En akkur það hlýtur eitthvað að valda því að þau eru kallað kvöldkvöld. Einhver hefur gefið þau út. Já, nei, Bach gaf þau sjálfur út. Já. Sem fjórða part í þessu klavírubung. Hann var að semja svona yfirlitverk yfir möguleika hljómborðsleikara. Hvaðan kemur þessi Goldberg? Goldberg, það er sagt að greifi sem hét hann ekki Kaiserling eða eitthvað svoleiðis hafi verið með strák í þjónustu sinni sem var mjög flinkur að spila, það var bara strákur, sko. Og þessi greifi hafi átt erfitt með svefn. Og þegar hann var... Þetta nú kjaftasögun? Þetta er eina af kjaftasögunum. Já, tónlistarsagan var ekki til. Og þegar hann hafi átt erfitt með svefn, þá hafi hann sagt, góði Goldberg minn, spila nú fyrir mig tilbrigðin. Ég trúi þess ekki. Sko, já, fræðimenn eru nú svona skeptískir á þetta. Öll þessi viðurnefni tónverka, þeir fara alveg óskaplega í töðunar. Nefndi bara eitthvað viðurnefni, eitthvað tónvers. Nefnd þú? Eroika. Og allt það veðsinn í kringu Napoleon. Akkurat. Pastoral, það er nú ófá tónverkin sem eru kölluð pastoral. Já, það er pastoral. Sónötur og symfóníur. Það er búið að semja svoleiðis verki fleiri hundra ára áður en Beethoven. Jú, en núna virðast fleiri vera á þeirri skoðun að Bach hafi samið þetta hugsanlega fyrir einn af sonum sínum. Það finnst mér líka. Sem hugsanlega Wilhelm Friedemann sem einhvers konar svona glæsiverk. En þetta eru svona 30 tilbrigði fallegt lítið stef. Kanntu að syngja? Já, nei, ég kann nú ekki syngja. Viltu syngja stef fyrir okkur? Nei. Viltu lýsa því fyrir okkur? Það er í G-dúr. Það er svona útfærsla á, eða það hefst með svona fallandi ferund í bassanum sem er svona útgangspunktur í stefinu er í rauninni bassinn. Þannig að þetta eru svona barokk tilbrigði eins og þau voru gerði yfir bassalínu en ekki, eða hljómagang frekar en laglínu. Það meistaralega við þetta verk er meðal annars skipulagningin. Bach var nú meistari skipulagningarinnar. Þetta eru 30 tilbrigði með stefið fremst og endurtekið aftast. Með 32 hluta. Stefið sjálft er 32 taktar. Akkur eru 32? 16 plus 16. Það skiptist í tvennt. Heldur þú að Bach hafi verið númerologisti? Sumir vilja meina það. Já, þeir hafa skrifað heila doktorsritgerð um það. Að það sé allt háð tölum og... Ensk kona sem býr í Svíþjóð sem heitir Ruth Tatlow, hún hefur skrifað stóra feitabók Bach and the Number Alphabet. Já. Allavega er alls konar dularfulla skilaboð í þessum stefjum með þess að bassalína með svo Akkurat. En þarna eru svona 16 taktar plus 16 taktar og verkið er 16 kablar plus 16 kablar. 16. kablinn er nýr forleikur. Heldur þú að þessi tilviljun að þegar ég var drengur, ég var náttúrulega sko og er enn sjálfsagt hvað er það kallað? Einrætt.
það heitir öðru nafni, hvað heitir það? Þeir sem eru mjög einrænir eru alveg lokaðir. Einhverfir. Að ég var með þessa dellu sko að það yrði allt að það yrði að vera hægt að deila í með alla tölur sem ég rakst á. Með 2 eða 4 og eftir því sem hægt að vera að deila í með fleiri tölum þá var því betra. Ég satt í strætó til dæmis og horfði gluggann og ég taldi bara ósjálfrátt algjörlega á þess að vita af því og geri enn, það er merkilegt. Hagkaup sá ég 7. Nei, ég vil það ekki. Næsta sko, P.O. Já, það er 2, ég tek það. Og svona gæti farið niður allan Laugaveginn og ég var orðinn svo flinkur í þessu sko, að telja með fingrunum, alveg 17, Guðmundur Emilsson, 17, og ég er alveg viss að Bach hefur haft eitthvað svona, ég veit ekki hvað þetta er, tics heitir það á ensku. Akkurat. Kækur, svona sérviska kannski einhver leiti? Já, ósjálfráður kæk. Ósjálfráður kækir eru náttúrulega ósjálfráður, eins og þetta taka hárið frá enninu, þó það sé ekkert hár á enninu. Einmitt, en síðan er sko náttúrulega talan sem er aðaltalan í öllu sko líka bara í trúarbröðunum og kristindómur náttúrulega 3. Já. Þar er heilaga þrenning og 3. hvert tilbrigði er kanón, er keðjusöngur í 2 efri röddunum yfir bassalínuna og tónbilin aukast alltaf, það er að segja 3. tónbilið er kanón í 1, 7. er kanón í 2, 9. í 3 og svona heldur hann áfram út verkið. Þannig að þetta eru pælingar á svo mörgum stigum ímyndunaraflsins. Það sem er merkilegt við þetta verk er það hvað það er sko, þó sé svona rosalega samtvinnað, hvað það er óbúslega fagurt. Já, og fjölbreytt og magnað sko. Það heldur manni alveg, hvað er þetta langt? Klukkutími og... Já, það fer svona eftir í hvort maður endurtekur eða ekki og sittist það hálftíma. Já, hann stendur náttúrulega alltaf í endurtaka. Það er eins og tíminn sé mjög afstæður í á þessum tíma að fólk hafði meiri eins og ég sagði þér daginn, íhyglisþátturinn hefur stærri en mikill í þessu fólki sem satt undir Goldberg alveg klukkutíma saman líka við að segja en Bach samdi fleira skemmtilegt þarna á þessum árum, hann var búinn að endurskrifa Matthíasar Passíuna 100 sinnum og aldrei sést annað eins handrit, vandað sig alveg óskaplega. Ég held að síðasta útgáfan eða síðasta versjónin sem hann skrifaði í öllum regnbogarslitum, nota bene, hann var með rautt blek og alls konar litublek, að ég held að það hefði verið gert sko að hann var blindur það áður en hann var blindur svo það hefði verið kringum 1740 giska á þess að muna þeir alveg upp á hvað en ég var hjá kennara sem var mjög gamall hann var áttræður og hann þurfti 2 aðstofamenn þeir héldu undir arma hans í Bloomington og það þótti mikill fengur að fengi hennar mann frá Berlín að koma til Bloomington og það var alveg pakks fullur salur með músikalókum og hann hét Dr. Julius Herford mjög víða getið sem eins mesta Bach sérfræðings okkar tíma og hann er alltaf dáinn núna en ég satt tíma fyrirlestra hans heilan vetur Bach og aðalega kórverkin hans og mótetturnar og kantutur og mótettur og stóru verkin, passíurnar
Og svo segir hann bara eitt góða veitu, já, nú eiga allir að analýsera Matthíasi passíuna. Og þið fáið 2 vikur til þess. Menn heldur nú að það væri nóg. Mjög vel gert af honum. Og ég fór að analýsera hana, nótu fyrir nótu, takt fyrir takt, hendingu fyrir hendingu, kafla fyrir kafla og notaði til þess rúðustrikublöð, svona partitúr og ef að kom aria secco, stutt og svo aria accompagnato, þá voru sko fyrirluturinn að reitnum 1-2 millimetrar rauður og hinni 2 gulur og svo þegar ég var búinn að mappa þetta svona, bara kortleggja verkið í litum og öllu, þá fór maður að sjá alls konar samhengi í hlutunum. En þetta var ekki hipp sem haps, þó það væri mjög dramatískt og allt sem var rétt dramatískt. Það eru hópsenur þarna og það er eiginlega allt mögulegt þarna í þessu, eins og Passían gerir ráð fyrir. Passíusagan, meina ég. Það er múgur og það er Pontius Pílatus og lærisveinarnir og einn söngvar segir bara nei og svo var hann búinn. Ég þekki hann ekki, eitthvað svoleiðis. Og maður hlýtur að dást á svona manni. Sko, þó að það hefði ekki verið nema einn maður á Íslandi sem hefði getið búið til, sem hefði gert eitthvað sem kemur til bara væri, segjum bara einn kóral úr Matthíasarpassíunni, eina kórútsendingu, þá hefði maður fórnað höndum. En Dr. Árni sem talsmaður íslenska landsins okkar elskulega, var nokkuð maður sem komst þarna nálægt því að semja kóral, til dæmis. Ég gef nú ekki meiri gröður. Nei, það held ég alveg bara a cappella, sko. Akkúrat. Það held ég alveg örugglega ekki. Hvað þá heldur þetta hljómsveitar virki? Nei. Í Matthíasarpassíunni? Akkúrat, nei. Eða þessi endalausu endalausu kóra, þessu upphafskórun í e-moll. Akkúrat. Þetta er alveg eindæmi. Og það má eiginlega segja að sumir héldu ég fram að Tómas sagan hafi endað með Dauða Bags. En það var nú ekki fyrir að seinna, sko. Já. Við þurfum nú að fara yfir á 19. öldina til að finna meiri segja bara einhverja viðleitni í sko kórsöng og orgelspili og svona stærri tónverkum á Íslandi. Hvernig viltu taka fyrir mest? Nefndu ártal. Sko 1880. Nú, það var bara svona hopp. Þá er kona á Íslandi sem stendur fyrir kórsöng. Hún hefur kóræfingar heima hjá sér, einu sinni í viku held ég. Og hvernig kór var það? Það var blandaður kór, 2-faldur kvartett er sagt. Já. 8 manna söngkópur, blandaður. Þú segir ekki oktett? Jú, oktett, einhvers staðar las ég að þessu lýst svona, að það hefur verið 2-faldur kvartett, sem sagt, já. Það er bara oktett? Já, það er bara oktett. Og hún samdi tónverk sem var flutt í Dómkirkjunni við jarðarför Jóns Sigurðssonar, hvorki meira en minna, árið 1880. Þessi kona hét Ólúfa Finnsen. Og hvaðan var hún? Hún var dönsk. Maðurinn hennar var hálf íslenskur en bjó lengst af í Danmörku. En þau bjuggu hérna í eitthvað 20 ár og voru mjög vel liðin. Og hún var svona mikil tónlistamannskja. Og hún hafði, meðan við bjuggu ennþá í Kaupmannahöfn, samið einhvers konar litla kantötu, verk fyrir orgel, kór og einsöngvara, til minningar Friðrik VII, þegar hann lést. Þegar síðan fregnir berast af því að Jón Sigurðsson sé látinn, þá tekur hún þetta verk, lætur flytja það aftur, fær Matthías Jochumsson, hvorki meira en minna, til að yrkja nýjan texta við það. Og þessi kantata heitir sem því sem íslenska búningi Grát þú Ísland.
og Kanntu eitthvað lengra textan? nei, Nei. ég kann hann nú ekki lengra. Nei. Þetta skiptist á sóló og kór Já. og þetta er svona kannski 12-14 mínútna verk, þetta er ekki Hefurðu heyrt stórverk, ég hef heyrt þetta. Una Margrét lét hljóðrita þetta einhvern með dómkórnum fyrir eitthvað þátt sem var með fyrir löngu síðan. Það er svo einkennilegt, vinur minn, að Una Margrét satt hér í þessum stól í síðustu viku af því að hún er svo einstaklega góður dagskrárgerðarmaður og ég var svo heppinn að ráða hana fyrir 30 árum, það var akkurat 30 ár síðan og það er ekkert ekki tilviljun að doktor Árni og Una komi hérna sikkur að vikuna. Dásamlegt. Já, og létum hljóðrita þetta. Þannig að þetta er til í upptöku og einmitt, Segðu stórverkið, fyrra bindi, Já, hún er flott. En mér finnst svolítið merkilegt að sko, ég meina þetta er á sínum tíma gerir ráð fyrir stærsta tónverk sem hefur verið flutt á Íslandi. Eða allavega með þeim stærstu. Ég veit allavega ekki neitt annað. þetta var bara raddir og orgel. Og orgel, já. Það stóð harmónium. Hvenær kom Það var komið orgel í Dómkirkjuna, Pétur Guðjónsson var búinn að fá Það var elsta orgelið. elsta orgelið, já. Já. Og að það skuli hafa... Það er á þjóðminjasafni. Já, er það ekki? Jú, einhver ræðill Já, af því. akkurat. Já. Það er sem Hugsa sér. en að þetta skuli hafa verið á þessum tíma sko kona sem hafi staðið fyrir þessu að semja þetta og stjórna því og æfa kórinn og allt saman. Já, þetta þótti svona dömulegt athæfi Jú, að jú. vera að spila á hljóðfæri. Jú, Það hefur alltaf þótt. en kannski ekki að semja tónlist. Ekki alveg. Ekki eins. Ekki eins. Ekki ef maður útiloka Klöru Schumann og svoleiðis Já. En hún þurfti nú að berjast svolítið fyrir líka. Ég veit það. Ég er bara að stríða Já. Nei, og svo voru nú ekki sama heldur á hvaða hljóðfæri konur spiluðu, sko. Það mátti ekki spila á selló. Það var ódónalegt. Það var Og ódónalegt. ekki á trompet eða eitthvað básúnur, guð minn góður. En þær máttu spila á píanó og hörpu. Hvað hét hún? Hann hét Beecham. Thomas. Beecham. Ég ætti ekki að segja hvað hann sagði við Sellu konuna. Ég bara, það er ekki hægt að hafa það eftir. Við flettum því upp á eftir. En þú ert góður. Já, allt í lagi, höndum áfram. Já, eigum við ekki að skoða staldra við Evrópu? Já, það er 1880. náttúrulega úr rosalega mörgu velja. Er það ekki? Jú, ekki endilega ártali 1880, sko, Wagner er þá búinn að byggja Bayreuth Festspielhaus. Akkúrat. Og 4 ár frá því að hringurinn var fluttur í heim, ekki sant? Já, og búið að frumflytja hringinn. Mahler var kominn á langleiðina til New York. Akkúrat. Því að hann þoldi ekki við í þessari skítaborg, eins og hann orðaði það, sem hann kallaði Vínarborg, og settist bara af í New York eiginlega. Það eru 20 ár í fyrstu það eru 15 ár í fyrstu symfóníu Sibeliusar, 20 ár í aðra symfóníuna og saman aldamótin. Hvað er ég að segja? Rússarnir eru komnir á stjá. Akkúrat. Það var nú svolítið fyrr, þeir voru svo snobbaðir fyrir frökkum. Franska hirði með sólkonungin og allt það, þegar það fréttist til Pétursborgar þá var bara herf eftir öllu það og þá hófst mikil gósentíð í Rússlandi. Músík var farin að breiðast smátt og smátt út alla jarðir og við getum ekki lengur tala norð-vestur, vestrana músík, því að hún er komin til Argentínu, Buenos Aires og Suður-Ameríku og náttúrulega megum ekki gleyma því að vestrana músík að vera fluttist með þessum spænsku og portugalsku landkönnum til Suður-Ameríku. Ég hef komið inn í óperuhúsi í Quito, Ecuador og stjórnað þar og það er eitthvað fallegasta hús sem ég hef komið í og það er frá 1750 eitthvað svolítið nýbúið að endurbyggja það.
þar var rífandi sko óperumúsík alla daga. Það var ekkert á Íslandi nema kannski þetta eina verk sem þú nefndir, sem er alveg ótrúlegt afrek í sjálfu sér, meðan aðstæður. Norðurlönd, Noregur var mjög aftarlega eins og við. Danir voru meiri nálægð við Þýskaland og meginlandið. Svíar sem konungsríki var náttúrulega varð að halda upp út á við var að halda upp einhverju standard sko, og það var líka Dronningholm teater þar og óperufluttar. Finnland var náttúrulega bara skógarhöggs land og Pólland var bara að akuryrkjuland, brauðkista Evrópu. Það sem við kallum Tékkland í dag, eða Tékkland og Slóvakíu, það voru bændur sem dansuðu hringdansa og Dvořák sem er þaðan og Janacek þeir eru náttúrulega komnir á stjá en músíkin þeirra er mjög þjóðræknisleg en þeir eru komnir stórt óperuhús í Prag. Óperan í París er náttúrulega alveg aldagömmul og mjög glæsileg, bæði gamla byggingin sem brann og hin nýja sem var tæknivæddasta óperuhús í heimi. Þetta er gríðarlegu kastali en óperusviðið og áheyrendasvið hlutinn er bara svona svo frímerki inn í þessu kastala. Hefur komið þarna inn? Nei. Þetta er óskaplega vanda og fagurt og marmara. Það er eitt stíð sem liggur upp og annars sem liggur niður. Þetta er svo Höll Ceausescus í Búkarest. Þeir sögðu það gárungarnir að þetta var stærsta og dýrasta húsi byggt hefði verið fram að þeim tíma, að það væri tröppur sem lagði upp á loft og væri bannað að fara niður þær. En þegar þú veist farið niður þá var annað stíð. Og þannig að þetta er orðið allt svo feikilega mikið og þú mátt ekki gleyma því að í Bandaríkin eru fyrir löngu komið með óperuhús, Metropolitan og New York Philharmonic er sjálfstætt einn besta hljómsveit í heimi, enda líka Leif Mahler vel þar. Boston Philharmonic var komin þetta liti og Chicago Symphony Orchestra og líka vesturströndin Los Angeles og svo það er allt búið að taka við sér sko, alla jarðir. Þó ekki með Austurlönd, ég er að tala um Arabískagan og alla leið til Kína, en þó eru þar einstaka menn. En við höfum ekki gleyma því að það er mörg þúsund ára saga kínverskrar menningar og í þessum löndum nærliggjandi. Þetta er mörg þúsund ára menning, 5.000 ára gömul menning og þar á meðal tónlist sem fór í aðra átt heldur en okkar, en er mjög háþróð og vísindaleg og í alla staði sko, stórmerkileg. Og ég hef sem betur fyrir kynnst því og mönnum sem hafa iðkað. Ég hef hitt kínverska prófessor sko, sem vissi allt kínverska músík. Það skrýtna við það, hann vissi líka allt vestræna músík. Það kunni hvort vegja. Og í Japan, það var náttúrulega Suzuki kominn. Og hann var í Vínarborg og aldamótin. Þú sagðir 1880. Þannig að það er allt að gerast. Allt að gerast. En misjafnlega mikið eftir þessu norðar dregur eiginlega í Evrópa. En það frekar að þennist út til austurs og vesturs. Þannig að svona er staðan 1880. Já. Það tekur 50 ári viðbútt fyrir okkur að svona fara að koma undir okkur fótunum.